Jæja, enn eitt búið. Svo hérna, hlið við hlið. Bæði á heilum langsút neðst og svo 3/4 fyrir ofan. Sjáum hvernig þetta lítur allt út. Og ég á ennþá eftir að meta hvaða bú fær drottningalausa klassan. Það er eflaust skipta skoðanir hvernig maður fer að þessu, en það er hægt að gera þetta eins og ég stakk upp á, sem sagt með dagblaði og milli, kassin ofan á. Eða þá bara hrista þær út hérna fyrir framan einhver bú og leyfa þeim að skríða inn. Og oftast er það nú samþykktar á þann hátt. Við sjáum til hvar við endum. Já, eins og ég sagði, ég hef það til fyrir reglu að byrja alltaf að skoða lítil bú fyrst til þess að meta hvaða hjálp þær þurfa. En núna í dag þá skoða ég neðstu búin hérna. Fyrst þessi 3 er ég búið með, svo koma hérna 2, svo koma hérna 1, 2, 3, 4, 5 bú sem er eftir. Það eiga að vera 9 bú. Svona. Það er nú bara svona út af því að ef það er pirrast einhverjar í einhverju búinu illilega eða eru mjög aggressívar, að þá er ég ekki að vinna fyrir framan það bú. Þannig er hugsunin. Við erum búin að reykja þetta áðan, reykjum aðeins meira. Mikilvægt að hafa ósaran alltaf í gangi og það er góð glóð í honum, þannig að ég legg hann þá á hliðina, bara einhvers stað hérna hjá mér, þannig að brenni ekki eins hratt upp. Og svo bæti ég bara á greinum hér úr skóginum eftir þörfum. Þannig að farið því stelpur, tökum þetta frá þeim, þetta fengu þær hérna 24/4 sé ég hjá mér í gögnum. Og við byrjum yst eins og fyrir daginn. Vel kýtta saman hérna hjá mér. Aðeins pirraðar, það er svona aðeins komið meiri góla. Köld góla. Þetta er bara fítirammi, engin mygla í honum. Fóður, svona kannski 1,5 kíló, svoleiðis. Ég ætla nú bara að fletta í gegnum hérna nokkra. Og eins og ég segi, fylgist ég alltaf með hvað er að gerast á í neðri kassanum leið. Kannski að fá aðeins betra rými til þess að sjá það. Og náttúrulega ekki með rafmæðarkvængjarnar eins og fyrir daginn. Það er svona aðeins bleita að sjá hérna niðri. Sýn ykkur það. Mér sýnist það nú bara að vera svona frekar lítið þetta bú. Og ekki þurfa allt þetta rými. Hér eru í það minnsta egg, sé ég. Og þau eru náttúrulega mjög erfitt að sýna í svona, en þau eru hérna á þessu svæði. Og hér er komin eiturrammi með ungviði. Og hér er drottning með númer. Hún er svo mikið sem númer 88, rauð. Þannig að þá er ég raun og veru búinn að sjá nóg og þetta er
Þetta allt tróðfullt af fóðri, en lítið bú. Þannig ég ætla að minnka þetta niður á 1 kassa. Það ekki ungviði hérna í næsta ramma. Kíkir samt sem áður aðeins niður með römmunum. Og þá núna náttúrulega sérstaklega upp og að sjá hvort það sé mygla skemmtir. Það aðeins mygla hérna í kantinum. Og leiði upp hérna nokkuð lík. Skeið fyrir innanvert. Nú ekki mikið sjálfur sér. Ekki neitt bráða nauðsynlegt. En gerir það samt. Og reyni að færa þetta allt saman hérna í einni bendu. Svo. Og rammar tilbaka. Og full nóg fóður í þessum kassa fyrir þær. Ég þarf engar áhyggjur að hafa af því. Netið yfir, aðeins svona til þess að skýla þeim. Já, fyrst og fremst að það sé ekki mikið að fljúga upp og pirrast á mér. Legg við þar. En hér sé ég meiri myglu og ástæðulaust að láta þær hafa það. Ég ætla bara að taka hann hérna í burtu hennan og hérna leggja hann hér til hliðar. Og þið sjáu þess að hér skipti ég botn 24. Þið sjáu samt sem áður hvað hefur fallið mikið niður eftir það. Þetta ekkert sérlega snyrtilegt, en svona þetta. Meiri segja spurninga bara að skipta alveg botna aftur. Já, hérna hreina botna. Þetta er svona ógeðslegt, blautt og ógeðslegt. Þetta gerir það bara. Og svo sópa ég hinni flugunum af, þannig að hér er þessari skoðun lokið í bili. En þið megið alveg slökkva sko, þið þurfið ekki að horfa á næstu 30 kafla.